og fremst laktósafrí. Komið sæl, við byrjum hérna á yfirlitskortinu og sjáum fyrst að yfir Bretlandseyjum mjög víðáttumikil og mikil hæð. Það eru alls konar spekulasjónir í gangi það hversu sterk hún verður en hún allavega komin yfir 1030 millibur. En lægðin sem var hér yfir landi í gær komin þarna langt norður yfir land og henni fylgdi náttúrulega mjög mikil úrkoma og mikill vindur. Það eru 13 stig á Seyðisfirði og á Fáskrúðsfirði í Hnjúkaþeinum og eins á Siglufirði þannig að það var ansi mikill munur á milli hita í gærkvöld og í morgun frá því sem hefur verið undanfarna daga. Við sjáum líka að það mjög þétt á milli þrýstilínanna hérna frá Írlandi og til Íslands og það þrýstibretti og hann verður þarna áfram sem að veldur því að vindur verður almennt hvass yfir landinu næstu daga. Við sjáum að það svona suðvestanátt í kortunum og éljaloft á morgun en skúrir til að byrja með í dag en síðan myndast lægð á Grænlandssundi með nokkurum hlýindum og talsverðri úrkomu aftur á aðfaranótt miðvikudags. Ef við skoðum aðeins hitasvið þá sjáum við að hlýjaloftið hér allt suður af okkur en leið og það nálgast hérna bylgja inn á Grænlandssund aðfaranótt miðvikudags að þá myndast þar lægð sem að síðan gengur yfir land, vindarvarnar sem þið sjáið þarna. Þetta vindur í þotuhæð má segja og hann sýnir að alveg upp úr öllu suðvestanátt sem að ber þá lægðirnar hérna til okkar. En í fyrramáli þá nútlit fyrir suðvestan svona 10 til 18 metra á sekúndu mjög víða á suðvestanverðu landinu. Hitinn verður rétt yfir frostmarki væntanlega við ströndina en frost til fjalla og þarna má búast við svona slyddu eða slydduéljum eða skúrum líklega í fyrstu en svo éljum þegar líða tekur á daginn. Það þarf að vara sig ef maður fer fótgangandi eða á reiðhjóli á ferð á morgun af því að þó það sé kannski ekki hálka þegar við förum af stað þá verður líklega hálka seinnipartinn á morgun þegar við ætlum heim. Það sama má segja norðvestanvert landið. Það svipað útlit þar hitastigið kannski svona gráðu lægra heldur en víða suðvestan til, heldur hvassara úti fyrir Snæfellsnesi og Vestfjörðum en aðeins lygnara inn til landsins. Þarna líka úrkoma líklega slydduél eða él og þau ná líklega alveg að Tröllaskaga en síðan dregur nú heldur úr ofankomu eða úrkomu þegar við komum austast. Það líka aðeins minni vindur allavega eins og á Austfjörðum í fyrramálið og hitastigið víða rétt frostmark. Á suðaustanverðu landinu útlit fyrir eitthvað skúraveður allavega vestan til á svæðinu en eftir því sem austar dregur þá nú líklegt að það létti aðeins til og hitinn svona aðeins hærri þar heldur en víða annars staðar. En hér sjáum við hvernig þróunin verður á morgun og næstu daga á vindafarinu yfir landinu. Fjólblá litirnir svona allt yfir 16 metrum og bleiku yfir 22 metrum á sekúndu en síðan grænu litirnir að þeir svona bara fínasta veður og hægviðri má segja. Þetta á þriðjudag rétt áður en að síðan skella á næstu skil og þarna hefur vindur sem sagt snúið sér til suðaustanáttar á vestanverðu landinu. En síðdegis á morgun þá hvessir frekar á vestanverðu landinu víða 18 til 23 metrar á sekúndu og verður væntanlega hvassast í éljahryðjunum sem að ganga yfir en það heldur minni vindur á austanverðu landinu en þó alveg svona 13 til 18 víða sérstaklega á fjallvegum. Ef við höldum svo áfram inn í vikuna þá sjáum við að þriðjudagurinn hann hefst nú með svona suðvestanátt en hún fer síðan í sunnan og suðaustanátt og það hlýnar smám saman og fer nú að rigna líklega talsvert á vestanverðu landinu og á miðvikudaginn úrhellisrigning víðast hvar á landinu helsta hérna alveg norðaustasti hlutin sleppi og hitastigið fer þá auðveldlega yfir 5 gráður og þarna gæti nú alveg náð yfir 10 stig í Hnjúkaþeinum til dæmis á Tröllaskaga. Og á fimmtudag þá hefur suðvestanátt tekið við aftur, það kólnar hratt og verður aftur svona éljaloft yfir landinu en þarna vindurinn svona allhvass sérstaklega við vesturströndina og líklega mjög víða á landinu. En þá bregðum við okkur aðeins til meginlands Evrópu. Það sömu skilaganga yfir Noreg og Svíþjóð sem að gengu yfir hjá okkur í gær. Það þessi mikla hæð yfir mið-Evrópu og Bretlandseyjum og það nú ekki ský að sjá á himni. En hins vegar í suðurálfunni, þar víða varað við vindi og líka hálku og það til dæmis rauðar viðvaranir vegna aksturs í fjalllendi á Spáni
og eins eru viðvaranir vegna öldugangs við Mallorca og víðar við Miðjarðarhafið. Í Bandaríkjunum hefur verið mjög hlýtt við austurströndina en snöggkólnaði síðan núna fyrir helgi. Það er áfram frost á þeim slóðum. Það er heldur svona skáraveðrið inn til landsins og ætti að vera mjög vel skíðafært til dæmis í Klattafjöllunum og síðan sjáum við að það eru 16 gráður í Los Angeles sem að þykir nú frekar kalt þar slóðir en væri ágætt fyrir okkur. En það er hins vegar þessi suðvestanátt sem að ræður ríkjum hjá okkur á morgun og þriðjudaginn þangað til að snýst í suðaustanátt með hláku aftur aðfaranótt miðvikudags. Verið sæl.